Ég ætla rétt að vona það, góðan daginn, hlustendur góðir. Velkomin að viðtækjanu, klukkan er orðin 4. FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Í dag er 16. febrúar árið 2018. Þegar styttast í þessi 3. febrúar mánuður klárist og þá fer svona styttast í vorið. Við erum mættir hérna, ég og Egill Einarsson. Við höfum svona stýrt FM 95 Blöð skútunni meðan að Auði og Steindi Snekkjunni frekar. Ekki sem skútunni. Og það er samt að vera dónalus. Nei, fyrir ekki. Snekkjunni. Já, við erum búin að stýra henni frá því að þeir fóru í tökur á Suður-ameríska draumnum. Höfum verið með gestastjórnendur. Simmi Will var gestur í fyrsta þætti, Sóli Hólm og þriðji gesturinn er mættur í stúdíóið og við ákveðum bara svona hlaði í dýrasta gestastjórnenda bara svona síðast. Og það er engin annar en El Capitán, Aron Einar Gunnarsson. Sæll og blessaður. Já, sæll og blessaður. El Capitán. Ég ætla að byrja samt á þér, Egill. Hvernig ertu? Ég hef aldrei verið þér. Það er svoleiðis. Það er búið að vera sunshine í dag. Sunshine? Já, það er búið að vera sunshine. Hvað, í ljósabegnum hjá þér eða? Nei, það er búið að sól úti, Richard. Hvað eru við verið? Bara hérna í Það stúdíóið? var sól fyrir hádegi, síðan snjóaði, síðan kom aftur sól. Og því ég kom hingað, ég keyrði upp í stúdíóðan, þá ætti ég setja á mig sólglerun. Við ekki þurfti að gera það á þessu ári, þannig að sunshine, eitt kaldur, menna captainina, ég hef aldrei betri. Þú talar svolítið að þú sért svona tvífæri Arons Einars. Það tala ég, það þjóðin talar hérna. Þjóðin? Já, þjóðin. Aron, hvað er oft búið að segja það við þessum líki félagarnir? Svona 100 sinnum. Einmitt. K.O. Richard. But then you pipe and smoke it. Hvernig er þú annars, Aron Einars? Ég hef líklega aldrei verið betri. Mikill heiður að fá að vera með ykkur inn í dag. Mikill ádándi þessar þáttar. Já, þú hlustar í Cardiff. Já, í runni. Það er alltaf á föstum þessum að maður stillir inn á okkur og hlustar á villir svona í ykkur. Nærðu að hlusta á það í raun tíma, bara live eða? Já, í runni. Bara í gegnum appið og... Hann er milljarðarmanningur, ekki, hann getur strengt þessu live. Já, ég ger mig grein að geti verið á æfingu eða eitthvað, sko. Það er ekki að tala ofan í mig svo ég sé heimskur, sko. Ég ger mig alveg grein fyrir því, sko. En Aron Einar, þú ert alltaf búin að vera meiddur, þú varst í aðgerð og það sem brennur á þjóðinni, ertu klár fyrir Argentínu og Rússland, eða? Já, það er ekkit annað. Ég verð vonandi klár bara núna í miðjan mars og byrjar að æfa vonandi í næstu viku, þannig að það er alltaf að koma. Sko, nú er spurning, nú ertu svolítið svona skeggvaxinn, ertu að fara að safna núna fyrir HM eða? Já, ég verð að vera með skegg, fólki þekki mig ekkit annað en að vera með skegg. Nei, þetta færði mjög vel. Mjög sexy svona, finnst mér persónulega. Sömuleiðis. Nú veit ég líka hvernig ég væri með skegg. Ég átti að hugsa hvernig væri vöðvingin með þykkt skegg, nákvæmlega svona, eins og hann er. Þú heldur í alvörinu, þú sért líkur honum, það er að versta við þetta, sko. Það sem þjóðin segir, Richard. Hvaða þjóð? Ég hvergi sé þetta. Nei. Þú hefur sagt tvífæri minn og eitthvað svona? Við vorum einhvern tvífara, einhver síðu, tvífarar eitthvað, ég og Aron, félagarnir. Ok. Við erum fárlega líkir. Hvernig er samt svona, hvernig er eins og að búa í Cardiff, þú ert núna í B-deildinni, mögulega að fara upp. Ertu ekki að fara að spila bara í úrvalsdeildinni, ertu ekki að fara í eitthvað stærra lið? Fullri virðingu. Já. Þú átt að spila í Premier League. Það er bara vonandi að við komum Það er langt bestur í þessu liði, eitthvað. Það er svoleiðis. Það kan verið það. Bara svo veitir það. Alltaf gaman að koma inn að fá Þetta er eiginlega vandræðilegt, sko. Það eru 3 mínútur búin á þættinum og ég hef aldrei séð jafn mikla tungu. Með ekki tala hrein íslensku hérna? Jú. Þú er aldrei fengið jafn mikið, svona mikið hrós frá Gilsarunum eins og ég er að fá núna. Besta hrós sem ég fengi frá Gilsarunum orðrétt og ég kvóta, þú ert ekki jafn ógíslegur og búin að vera. Já, hann er allavega ekki að fara að rósa fyrir hann rúlukrából sem var tíma. Já, ég sagði þú að þú smá létta þér ekki, þá rósa ég þig. Já, þá sagði þú ert ekki jafn ógíslegur og verið. En það er mikil veisla hjá okkur í dag, Aron Einar, við ætlum ekkert mikið að vera eitthvað að pæla í, það er búið að spyrja milljón spurningum, ferilinn og fótboltan, þú ætlar að vera trúður næstu 2 tímana með okkur. Já, ég er til ég hlakka mikið til, það er reyndar erfitt að koma á eftir meisturum eins og Sóla Hólm sem að, og náttúrulega King sem að vil. Já, King sem að vil. Það er erfitt. Hvor ætla ég meiri pening, Aron Einar eða King sem að vil? Shit, that's a toughie. Báðu milljarðarmæringar, báðu self-made náttúrulega. Báðu fáránlega myndalegir. Wow, þetta er líklega 50-50 á King sem að vil og Aroni. Já. Báðu milljarðarmæringar. Þú ert með spurningakeppni í dag. Já. Og hvert er konseptið? Konseptið er King of being a professional. Nú er ég ekki atvinnumæður í fótbolta. Nei, þú ert ekki atvinnumæður, en þetta er King of being a professional. Og sjáum bara, er ykkur atvinnumæður í þér? Býr inn í þér atvinnumæður? Það er eitthvað sem segir mér að þetta verði ósængjöld spurningakefni. Og síðan líka eftir að fréttist að Aroni með okkur þá er ég búin að dæla eftir spurningar. Já, spurt og svarað. Já, spurt og svarað í dag. Eðlilega að ég með my captain, það er mikið ungu drengjumanna sem eiga fótbolta
og döðu langar að svona. Þannig að Richard fær kannski frí í dag. Já, ég get sagt það núna, Riki, þú ert ekki í spurt og svara í dag. Þá lakkaði mikið til. Það stressaðist í allir öfina. Ég veit hvað í vændum. Þá er það mjög gott. Herru, við ætlum að keyra þetta í gang. Hér er þetta smástund slúður. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. 957 og Ríkar Óskar Guðnars ákvað að henda leiðilegt að lagi sem ég hef heyrt á fóninn. Veldu góða tónlist, Richard. Það föstudagur og Sunny Shining. Skal gera það mig. Þú verður með það captain hérna. Skal gera það mig. Ég byrðist afsökunar og gerði það mig. Veit ekki hvað lag þetta var. Já, þetta er þetta mjög gott lag. Herru, við ætlum að henda okkur í slúður. Það er alltaf, ert þú mikið svona, nú hefur þú okkur smá frítíma og ert heima hjá Aron. Ertu mikið að skoða okkur á slúðursíðum og er mikið að slúðursíðum til á Bretlandi? Já, það er mikið það. Nei, ég er ekki mikið að bæli því miður. En ég hef hlustað á þess að þetta og þú ert með all lóðrætt í slúðurinn. Já, sammála því. Hvað, eru þið tveir apar bara sammála hvora öðrum bara í öllu? Hann hlustar alltaf á föstum, hann hefur heyrt þið sjá slúðrið, Richard. Þú er sérst ánægð með Kim Kardashian slúðrið hans og Nicolas Cage. Já, helst fá að heyra Patrick Schwarzenegger og Miley Cyrus. Nákvæmlega. Herru, ég ætla alltaf að byrja á fyrsta mólanum og ég held að verið báðir ánægð með það. Það er fellow colleague hjá þér, Aron Einar Gunnarsson og félagi í landsliðinu. Nú? Það er slúður Hörð Björgvin Magnússon. Það er meistari. Ekki hann með all lóðrétt eða? Nei, þetta er ekki íslensk slúður. Hann er ekki með all lóðrétt. Hann er hins vegar þvert á móti með all lóðrétt því að hann er núna í 27. sæti yfir kynþokkafyllsta fólkið í Bristol árið 2018. Þetta er samkvæmt fréttavefnum Bristol City News. Ættu menn að rána með það? Vilju ekki að það er top 3 eða? Nei. 27. sæti? Já, ég maður hvað búa margir í Bristol ekki? 100.000 eða? Ég veit ekki, Richard. Ég landafræðingur það. Nei, alls ekki, þú getur ekki, ratar ekki landa Þannig ég veit nákvæmlega að þú ert ekki landa Ég keyrði einu sinni fram hjá Landegarhöfn. Hvernig fórstu að því? Hvernig fór hann að því, herri, við vorum að fara að gigga og dallurinn var að fara, ég segi, hvar ertu? Ég er glætt þetta inn í Landegarhöfn. Herri, hann var komið langlegin að Vík í Mýrdal, sko. Það var að reikna með því. Álag. Þarna var ég að keyra á SRT 8 421 höf og það er erfitt að lesa á skilti. Þú veit, ef við 200 km hraða. Svo núna er ég á Hyundai, þess að ég get lesið öll skilti mjög auðvitað. Ég fer hægt fram hjá hann. Þarna var það vesen. En þú ert allavega ekki á neyrinokkiði, ég held ekki úr sért landafræðingur. En hann er allavega í 27. sæti. En ég hefði viljað heyra, Rikki, sem ég vilja heyra. Geggjaslúður hefur verið, Hörður Björgvin Magnússon er number 1 í Bristol, mest sexy gæðin í Bristol. En ég meina, er þetta ekki samt bara ágætist topic? Aron Einar hjá okkur, að tala um það, hann er á top 30 yfir kynþokkafyllsta fólki. Þú skelltur með 27. sæti, sko. Ég bjó ekki til hann lista, sko. Ég hef ekki verið til að vera í slúðurinn eða ég var í 27. sæti. En hefur þú ekki verið í einhver listun í Cardiff sem eitthvað mest sexy gæðin í Cardiff, eða? Hugsanlega, ég er bara ekki rekist á það. Það er 100%. Já, hann er allavega í 27. sæti og óskomunum hjartanlega. Já, það er allavega er á blaði. Er á blaði, hann er á top 30, það búa margir í Bristol, sko. Þú trefir Bristol, Rikki, þú myndir ekki komast top 500. Ég er ekki náttúrulega leðalur. Getur þú sagt þetta aðeins að rópa og vera við fyrir mér næsta og við ætlum að byrja á Blake Griffin. Það er körfuboltagæi og fyrirsæta og raunveruleika stjarna Kendall Jenner. Já. Kendall Jenner, þau byrja að hittast núna síðasta sumar. Barsmóður Griffin, Bryn Cameron, segir að þau Griffin hafi ætlað að gifta sig í júli í fyrra og hann hafi sem sagt basically beilað á brúðkaupinu. Hann hafi sem sagt bara sturtað hinn inn í klósetti og tekið við Kendall Jenner. Er það ekki svolítið gróft? Fylgist þú með Kendall Jenner, Aron? Nei, ekki mikið. Þú er ekki tórt mikið á Kardashian fjölskylduna úti? Ég sé þegar konan er að horfa á þess að þetta. Þetta er ekkert inn í þetta? Nei, ég hef ekki dottið inn í þess að þetta en ég hef svona séð broturinn. Já. Og þetta er samt eitthvað slaku slúðumólir, ekki? Já, Blake Griffin. Engi leiðindi samt, sko. Hver er þessi Blake Griffin? Þessi? Blake, þetta er basically NBA.
Já, veist ekki, þetta með eitthvað með Nicolas Cage, eða? Nei, ég er ekki með hann. Hvað er það put the bunny back in the bags? Þú nærðist ekki að vel og ég. Því miður. Þriði og síðasti slúðumbólinn, Jennifer Aniston var að skilja við Justin Theroux og nú er talað það að hún og Brad Pitt sé að bara hittast aftur. Hver er að tala um það? Hvað fyllibitta? Fyllibitta, nei, í online. Þetta er svona típist eitthvað svona barslúður. Það, veist, hún er að hætta með kærastarum, það sem byrja aftur með Brad Pitt, sem allir vilja. Veist, hefur eitthvað fyrir í þessu það? Nei. Nei, ég meina, hann er á lausu, Brad Pitt. Ég meina, Jennifer Aniston er á lausu núna, hún er að skilja, og Brad Pitt er á lausu, getur ekki fyllt í eðunar, þeir eru ennþá í sambandi, sko. En þetta er á potið það sem hann er að hugsa. Þessi gæði sem er að skrifa þessa frétt, þau eru bæði á lausu, ég ætla að negla þessu út í kosmosin. Og þú hoppar á það. Já, en sko, hvað er langt síðan hættu saman? Það er svona 20 ár? 20 ár? Nei, það eru 6-7 ár síðan, sko. Slakaði bara á. Er ekki lengra það? Nei, er ekki lengra en það. Eðlilega mannstóður ekki. Ég er að horfa að mynda Brad Pitt og þeim saman. Það er Brad Pitt með strípur og svona kókaingleru sem voru vinsæl alltaf í bæði einu sinni hérna. Já, akkur sem þú varst með, þú fótobombaðir Ásgeir Kolbeinsson á Hverfispartinu. Já, og ég var með svona gleru og sportskafalla. Ég er nokkuð vissum að segja meira en 6 ár síðan ekki. Það hættu saman. Það er 6 eða 7 ár. Þetta var slúðurmóli eða slúðurmól af dagsins. Og hvernig var þessi slúður? Já, ég veit það ekki, sko. Ég þor ekki að dæma þetta. Þú mátt alveg vera completely honest í þettunum. Má ég vera það? Já. Þetta var alls skell. Segja páagöggarnir Kolli og Bjartur. Dansurum landsins í fjölbreyttri og hnitmiðaðri sýningu sem engin dansáhugamanneskja má missa af. Nánar á brynjapléturs.is. Miðasala er hafin á tix.is. Quesadillas, burrito og taco. Og bragðlaukarnir verða alveg logo. Serrano. Fresh, happy, Max. Við erum atvinnumenn í drónum. Drónfly, verslun, verkstæði og leiga. Krókhálsi 6 og drónfly.is. Láttu okkur að sækja bætur og annast þín mál á meðan þú hlúir að þér og þinni líðan. Fortis fylgir þér alla leið. Nú eru markaðsdagar í Bíkó. Gramsaðu og gerðu góð kaup. Bíkó. Gerum þetta saman. Gleddu bragðlaukuna með hollri og góðri orku frá Ginger. Ginger, be good to yourself. 10 original kjúklingaleggir í fötu er sígild sæla sem kostar aðeins 2.490 krónur og býður þín á KFC. Er orkunotkun þín í lagi? Er suð eða læti í kælikerfinu? Kælivirkni sem er 5170900. Mánaðar áskrift á aðeins 6.540 krónur. Byrjaðu strax í dag. Reebok Fitness. Hverjir eru í fararbroddi í fótboltavörum? Tja, svarið er einfalt. Jói Útherji, Ármúla. 10 original kjúklingaleggir í fötu fást á aðeins 2.490 krónur út mánuðinn á KFC. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það held ég, þið eru hlust á hér á FM 957, FM 95 Blö með Richard, Vöðinginn og Aron. Þetta geggið einkoma. Þetta var reyndar. Fyrir að newbie var þetta mjög vel gert. Takk. Ef að ferilli fer down the shitter, þá getum við bara tekið eitthvað í útvarp. Heyrðu hvernig hann sagði hérna, það held ég fárlega vel. Sér var Aron að segja rétt á hann tók innkomuna, hann var stressaður fyrir að opna innkomuna. Hann stressaður fyrir að opna innkomuna en F97, en ekki stressaður að mæta Messi og fram að 90 manns á HM. Straujar hann bara á fyrstu mínútunum. Ef ég var að mæta Messi núna, nú í sumar, ég myndi byrja að kvísla svona að hann I think Big Game Run is better. Það myndi ég kalla psych out. Mynda panika það. Já, ég segi akkur ekki. Farðu svona, pikkaði öxlun á hann I think it's better. Og svona kvísli, ég segi hann á ekki þar að geta neitt í þessu leik eftir það sko. Þannig að þetta er ímyndað að það er líka harðari Big Game Run maður, þú veit. Þú, eðlilega. Ertu tím Ronaldo frekar en Messi? Já, ég held að það hefði komið fram. Ég kýs Ronaldo alltaf í þessu landslýs. Já, sem sagt. Ertu United maður sem sagt í enska? United, alltaf verið. Vita það allir, Richard. Harður United maður. Góð myndir líka að þú pakkaði saman samt Big Game Run, hann Já, það kan vera það. Sem ég sett á Twitter daginn. Já, mjög oftum skemmtileg. Mjög gott. Þetta fekk ég ekki dreifni á. Og Vöðinginn alltaf vera mökkaðar á vellinum þegar mætuðum með Argentínu. Já, þú getur hugsað með þegar við tökumst í hendur. Ætlar að taka Hjörvar á þetta, fara úr og ofan og lappa niður stúkuna það?
Hann labbaði ekki um stúkan, hann ráfaði niður stúkan og stefnulöst sko. Stefnulöst. Gilsur alltaf ekki fattseimaður, það nokkuð ljóst. Með eitthvað í standi þarna. Herðu, við ætlum að fara í... ég er mjög spenntur. Ég sett inn kosning á Twitter í morgun. Almáttur. Það sem ég bað fólk, ekkert bað fólk, ég bara leiði fólki að velja, þetta er bara venjuleg kosning. Hvort ég ætti að hafa, hvort myndur frekar venjulega, hvort myndur frekar hardcore. Já. Og skemmst frá því að segja að það voru 248 sem vildu hardcore á móti einu retweeti frá þér. Það er bara strax í töðanum hvernig þú segir hardcore. Já, mér líka, sko, þetta var nógu vont fyrir, sko, þegar hann sáum þetta áður þetta kom hardcore, þá var þetta svona erfitt þegar ekki að með þetta, það er eitthvað á honum. Já, veikur. Síðan sett hann hardcore á þetta. Ég er eini gæði sem retweetaði. Ég var að vona einhverju lagamenn myndu bakka mig upp og keira þetta í gang. Nei, eitt retweet. Get ég önnur retweeta þessu? Mér sýndist þetta var bara power retweet. Það er fólk sem bara hoppaði á vagnin. Það er önnur retweeta þessu. Við ætlum að byrja. Hvort myndur frekar, þetta eru 3 spurningar. Þeir þurfum við að svara. Hei, önnur retweeta þessu. Þetta er bara spurningin. Þeir þurfum bara að velja verri kostin. Eða skárri kostin af þessum tveimur mjög slæmu. Það er enginn að fara að dæma ykkur fyrir þetta. Þeir sem þola ekki að hlusta á þetta og þetta séu mikið, þá bara lækki út á stækjunum. Það er enginn að pína ykkur til þess að hlusta. Það er fyrirmynd, ekki? Já, þú þarf bara að velja 2 verri kostin. Þetta er fyrirliðin okkar, sko. Já, ég veit allt um það. Þú þarf bara að velja betri kostin af þessum tveimur mjög vondu. Ég ætla að byrja þetta mjög pent. Hvort myndir frekar? Pissa í þig einu sinni í viku á almannafæri eða kúka í þig einu sinni á dag í einrúmi? Jesús er ekki. Fyrsta spurningin er kúk og piss. Fyrsta spurningin. Það eru vonandi eitthvað annað en kúk og piss. Þannig að það er að koma kúk og piss í sömu spurninguna. Ég er að byrja þetta mjög pent. Hvað er langt síðan að þú kúkaðir á? Það er helviti langt síðan í skeit síðast tími, sko. Það er helviti langt síðan. En ég meina, einu sinni í viku á almannafæri eða einu sinni á dag á hverjum degi í einrúmi og það sér það enginn. Sko, vinnur hans Steinda, hann er margótt satt í útvarpinu, Dóri DNA, hann kúkar ennþá reglur í sig. Afrits 2-3 ári. Hæ? Já, en svo, og viðurkennir alveg, þú veist, hann veist ekkert aðstæðanlegt, hann bara lendir í því. Okay. Og hann er svolítið að þetta er ekkert eitthvað óþægilegt, það á ekki óþægilegt að ræða þetta. Nei, hvað langt síðan þú kúkaðir að byrja, 13-14 ára? Nei, sólarhengur. Ég reynda að fekk ekkert einhverja svakalega maga hversu þá Tyrklandi, þá gerði ég buksunar 21 eða 2 ára. Hvað var það ekki í Tyrklandi? Marmaris 21, 2 ára? 2007, 22 ára. Já, þetta var einhver nett matareiturinn sem ég fekk. Það var náttúrulega eld, ég bara náði ekki klósettið. Með hverju varstu þarna? Konu minni. Og hvað varstu located þegar þú skeist í því? Á hótelinu. Ég bara náði ekki upp á herbyggju. Við þurfum ekki að fara neitt frekar í þetta. Þið þurfum að velja þetta bara. Og lestu bara þetta þrýfa þetta eftir? Ferðunar, nei, ég bara fór upp að græja það sjálfur, sko. Þetta var bara slys. Hversu þreytt var þetta? Þetta var mjög þreytt, þetta var fyrsti dagurinn af 2 vikum, þannig að þetta byrja ekki velferðin. En þið þurfa að velja kost. Það kom að segja það með þið bara. Hvernig líst þér á þetta? Málega, þetta er auðvitað þægilega spurningin af 3, sko. Þetta Lukas er bara á. Hvað míga á sig og almannafæri? Einu sinni í viku. Eða hægja á sér daglega heima? Já, í einrúmi. Sko, ég ætla að segja þetta covera þetta míga á sig dæmi. Einu sinni í viku? Já, það er þetta covera það. Ég bara... Þú mútt að míga bara á því? Nei, þetta er tjóðlega, Já, það er góð taktík. Í leik, þetta er öll fyrir þig. Þetta er bara... Þú æfingu eða eitthvað, mígur í og hellir sem bara yfir. Það væri skellur að það myndi detta akkurat á það að ég sé að taka í handabandi á Messi og þurfa að míga á mig. Það var reynda psych out. Það væri búin að míga í þig og kvíslir á hann og byggja hann sem betur eitthvað. Það getur verið. Ég nenni ekki að kúka á mig. Ég ætla að taka bara pissi. Já, ég minnst þetta þreytt atrið þarna hverju viku. Ég ætla að skýta á mig daglega. Já, ok. Þá er það nummer 2. Hvort myndirðu frekar eiga við því í eitt skipti og foreldra þínir yrðu að horfa eða setja á því notaðan smokk frá öðrum? Almáttuður, Richard. Hvað er að þér? Ok, núna fór hún niður streikið. Hlættu að koma að því. Það væri fínt að vera á tökunum núna og setja lag, sko. Nú væri gott að vera hinum megin. Þá myndi þetta á grænantakkan. Reglulega þegar ég fer í streikið þá ítar það bara grænantakkan og þá komið lag. Við getum það ekki hérna hinum megin, sko. Nú gott að vera með Ég ætla að láta McKernan byrja þetta. Nú ætla ég að halla hann aftur í stólnum, fara með sopa sem ískalda bjór síðan með hana og aðra sér um þetta. Ég fær svona óþægistilfinningu bara. Ég svita og
Hvað segir þið? Mamma og pappi þurfa að horfa á mig Hvort myndir frekar eiga við því í eitt skipti og foreldreiðinir yrðu að horfa en það bara eitt skipti eða setja á þig notaðan smokk frá okkur blá ókunnum manna Fuck! Og hann sést að búinn að nota smokkin Eðlilega, þetta notaður smokkur Það eitthvað núna, Rikki, ég lofa því að tekja en e-mail á Rikki@fm sem í umferðin núna með börnin ég er búin að segja að lækka í útvarpstækjunum Þetta hvort myndir frekar hardcore Þetta segir sér sjálf Ég þarf svar Þetta frekar slæmi valmöguleikar Ég svona Hvað er skárri valmöguleikin? Ég svo mikið mömmustrókur líka sko Þetta svo vond Mamma og pappi þurfa að horfa á mig einu sinni Þetta bara eitt Já, ég held að líka Mamma og pappi þurfa að horfa á mig einu sinni Í alvörinni? Já, ég held að pappi myndi bara Pappa nákvæmlega sama sko Hann búinn að ala upp 6 börn og ég síðastur sko, ég yngstur þannig að hún var svona nokkur neginn sama Þú ert þetta grown man í dag sko Þetta weird Já, er það? Finnst þetta weird? Þetta spes sko Þú veist, Rikki íða hann að hinum sko Hann svo ánað Hún finnst svo gaman sko ég tek það En getur þú sagt mér, getur fengið að ráða hvaða gæi átti Nei The Rubber Þannig að þú ert bara að fara að nota smokkin á Charlie Sheen bara Getur verið hver sem er Ég var til að vera með þetta með Köðanahy til dæmis Ég myndi sæna mig beint yfir þann valmöguleika sko Svara þessu bara Hvernig samt ykkur læknar hlustar, hvernig samt svona smithættan ef ég setja á mig nota Jón Ársæll, svara þessu Er ég í vesin ef að Þetta er svona auðvelt fyrir þig Ég var löngu komið með þetta Ég er bara nákvæmlega sammála Aroni Sýtur hann í þröngum úlugrafabólu Já, ég spila það sama og maður captain Ok, herru þá er það þriðja og síðasta Hvort myndir þau frekar Láta pappaðinn koma að þér þar sem þú ert með hundi eða láta hund koma að þér þar sem þú ert með pappaðinnum Ok, sko, nú er þetta er ekki orðið á mikið Það er ekki lægi með þér Það er ekki nema að vona að menn kalliði kleinurringja rusk Það er nákvæmlega sem þjóðin kallar hann Ég líka östlaðan Herði, ég ætla bara að skella yfir á Egil Já, ég byrja núna Við erum með hund og láta pappaðinn koma að þér eða láta hund koma að þér þar sem þú ert með pappaðinnum Æssu áðan frekar Tekur óþægileg valmöguleikar báðir einhvern veginn Áttu hund? Nei, ég var ekki hund Ég á hund Áttu hund? Já, þú er pínlitin hérna Hvað heitir hundurinn þess? Þetta er Mini Pinscher Hvað heitir hún? Hún er Ninja Þetta er geggja nafn Ok Við erum ekki að fara í fjölskylduna hérna bara að svara þessu Ég er að lengja þetta Sko, þetta er dýranýð eða hvað kallast það þegar maður er með fjölskyldumeðlimi? Sifjaspell Þetta er þú með pappaðinu með ekki sískininu með Ég bara veit það ekki, ég er ekki með reynslu í þessu sko Ég er bara að spyrja ykkur sko Hvor er skárið kostur? Ég er að spája að leifa my capitan að spyrja þessa veistlu og ég er að ströggla með þessa, ég verði að viðurkenna ég fengi auðvitað spurningar í þessum dagskóli Ninja eða gamli kalli þú ert með nafn, þetta er auðvitað að vera þig þetta er Ninja eða gamli Sko, já, við erum að tala um sko dýranýð Já, sem finnir hann allra hellur Eða þá hundurinn kemur inn á mig og gamla Á þig og Gunnar bara Gunnar Mal, þetta er sko Væri hann opið fyrir ykkur svona flippi, heldur þú? Jésús Kóttu bara með þetta Já, ég tek pappa bara Ég leiði hundunum að lappa inn bara Rosalega vond Ég held að Ninja myndi bara hún myndi hverfa, hún myndi bara láta sig hverfa Þetta er hennar síðast það ekki? Jú, og pappi líka þá myndi pappi æsa sig Ég held ég vera, sko, við getum ekki þátt í dýranýði Ríkard, þú ert fárveikur maður og þetta hlýtur núna að vera búið þetta HK-konceptið Þetta er líka síðastið þátturinn minn Það er ekki þáttur næsta fyrstaða? Jú, reyndar Já, mitt Það verður ekki HK þá En ég ætla að því miður þarf ég að velja sama
og tvíförum minn. Herru, það Einar og Gunni sem fá þann mikla heiður að vera með páfagaukunum sínum og við förum bara yfir í lag. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ég með allt sem ég þarf. Ekki býða sem hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það, já. Segðu mér að ég sé þinn, ekki vera feimin, ey. Ég vil það, Ég dregin andan og ég held á stað. Represent og tegru tekju sama hvað. Með bretti gundir fótum að lifa og njóta. Ég cleans upp og ekki fæ mér ekki í glas. Slagur og góður róli, góður félagskap. Ég skapa listi, gerir sitt, ég kann það. Ég lifa með að vinna, gauki nýtir sem að lifa. Gekki slaka, motherfucker, bara baby það sumar. Og röfjan verið mig, ekkert sem að stoppa mig. Tæki fyrir hér og þar, gott þessi blásir við, ey, já. Gott þessi blásir við, Ég slagur að njóta og lifa. Fagur dagur, já góður, ég finn það. Ég slagur að njóta og lifa. Fagur dagur, já góður, ég finn það. Ey, ey. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ég með allt sem ég þarf. Ekki býða sem hér og þar. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ég með allt sem ég þarf. Ekki býða sem hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það, já. Segðu mér að ég sé þinn, ekki vera feimin, ey. Ég vil það, já. Hvernig það? Ætlum við ekki að fara að ræna banka? Ég var að ræna Gulla til þess að borga Gulla. Þetta að geðsugasta sem ég heilt. Hjálmar Örn, Nökkvi Fjallar, Egill Plóter, Aron Már og Latti. Þið hafið nákvæmlega sólarhring til að græja peningi minn. Fullir vasar, frumsýn 23. febrúar í Smárabíói, Háskólabíói og Laugarásbíói. Ég ætla ekki að standa aðgjörlega sjá. Ef mig grunar einhver nálægt mér, glími við vanlíðan og gera mitt besta til að aðstoða. Ólísdeildin og Pieta samtökin taka höndum saman í baráttunni gegn sjálfsvígum og sjálfskaða. Hvort sem þér líður illa eða viltu vera til staðar og hlusta, segðu það upphátt. Þú getur lagt þitt af mörkum á pieta.is. Sumt bara betra en annað. Bacon Gordita Crunch, Taco Bell. Við eigum jeppadekk í miklu úrvali frá Pirelli. Nestek. Í kvöld á Stöð 2, So You Think You Can Dance. Steypustöðin, sprenglægilegur sketsarþáttur sem enginn má missa af. Og þar á eftir, stóru góðar bíómyndir, 50 Shades Darker og Fist Fight. Stöð 2, margað skemmtilegri. Veistla í magan og gleði í sálina. Serrano, Fresh, Happy, Max. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. Nú eru markaðsdagar í Bíkó. Gramsaðu og gerðu góð kaup. Bíkó, gerum þetta saman. Ef þú kaupir í sjóðum Stefnis í netbanka Arion banka fyrir 1. mars, þá fellum við niður upphafskostnaðinn. Settu þig og þína í fyrsta sæti og kynntu þér sparnaðarmöguleikana. Arion banki, fyrir framtíðina. Pizzudagar á pizzunni. Stór pizza að matseðli á aðeins 1490 krónur. Pantaðu á pizzan.is eða í síma 578 88 88. Baulan í Borgarfirði kynnir. Frábært fjölskyldutilboð. Kaupir 2 rétti af matseðli og fær 3. réttin frían af öllu af matseðli. Allir krakkar fá glaðning frá Kjörís og lakkrís frá Sambó. Baulan, þjónusta við þjóðig. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Hald ég FM 95 blöð hér á föstu degi. Rikki G, Egill Einarsson og gestastjórnandi dagsins Aron Einar Gunnarsson. Strákar, þeir eru fegnir og búnir með hvort myndir frekar hardcore. Ég ákvað bara að klára það strax.
Já, ég mjög ánægð með þetta þessi búið. Ég er búin að fá mikið SMS-um að fólk væri bara sveitna á bakinu við þessu. En þið svöruðu þessu frábælega. Takk fyrir það. Herri, við reyndum að leysa þetta eins vel og hægt og Egill, nú sé ég hins vegar hérna á blaði Rikki G. símtal. Hvað er ég að fara að gera? Já, við erum að fara Kingsi með Will er að hlusta. Já. Self-made millionaire. Já. Þetta stóð eiginstöðu með 0 krónur. Vita það allir, já. Og hérna, hann var að hvetja okkur í að taka sama comedy og hann fór í, hringi Blómabúð. Ætlar að láta mig í það? Já. Nei. Þú ert að fara að láta mig í hérna orðið mundraslið. Já. Já, þannig að þá ferð þú í þetta. Hvað er ég að fara að gera? Og ég með texta, þú hringir að konundagurinn á sunnudaginn. Þetta er fullkomið. Já, reyndar. Þannig að þú ert að senda á með það? Já, ég var að senda á Messengerina. Það latur, nenni ekki að labba yfir til að rétta þig með það. Nei, þú get, nei, þetta er textiðin. Ég get þetta ekki. Jú, þú var að segja nákvæmlega þetta. Nei. Og það er konundagurinn á sunnudaginn, Richard, þetta er fullkomið. Já, ég gerir mig grein fyrir því, en ég að segja þetta við konum. Það verið King sem að vilja að benda á þetta og ég ætla líka að minna á eitt. King sem að vilja með skímó annarkvöld í Egilshöllinni. Wow. 2 fyrir 1 á morgun inn og hérna á barnum, en frítt inn. Skímó er einn dýrasta hljómsveit landsins og vanlega þarf alltaf að kosta inn og það, veist, það þarf að borga hljómsveitinni cash. Það kemur ekkert óvart að King sem vil sé að borga þetta sjálfur. Hörðu, King sem vil. Ég sagði, hvað kostar inn? Eða ekki neitt? Boom. Þannig ég semst að fara að ringja ykkur á Blómabúð núna og ég er að fara að segja þetta dæmi sem þú ert að senda mér. Já, og gerðu það sama og Simmi gerum daginn. Látt hann að lesa upp fyrir í lokin textan í heild sinni. Ói, barast það. Ok. Nú er ég aðeins að hefna niður þessu ógeðslu keppni á hann. Ég er mjög kvíðinn, herru, ég kom með Blómabúðina. Blómagalleri. Jó, góðan dag. Góðan dag. Ég ætla að fá að panta blóm og láta senda fyrir mig. Já, ég ætla að finna hérna til að skrifa á eitthvað bleik. Já, er þetta eitthvað sem áfara í dag? Já, takk, endilega seinnipartin svona taka forskot á sæluna og konu daginn. Já, og hver er móttakandi? Herðu, Anna Pétursdóttir. Anna Dóttir, já. Heimilsfang? Hagamelur 4. Og hvernig blóm vil maður bjóða þér? Mátt bara velja eitthvað, bara fylgja kort bara með þessu. Já, hvað vilt það standa korti? Herðu, það er ástin mín, punktur. Ástin mín, já. Er í vinnunni að hugsa þig, komma. Já. Með gyrst niður með punktur. Já. Já. Hlakka til að hafa hann blí með þér í kvöld, punktur. Já. Það eru hlakka til að hafa hann blí með þér í kvöld, punktur. Já. Kiss, kiss, punktur. Kiss, punktur, já. Og hvernig hérna, þú lest þetta? Ástin mín er í vinnunni að hugsa þig með gift niður mig. Hlakka til að hafa blíð með þér í kvöld, kiss, kiss. Nei, ég hlakka til að hafa hann blí með þér í kvöld. Æ, fyrirgefðu, hafa hann blí. Já, með þér í kvöld, kiss, kiss. Já, mátt lesa þetta einu sinni enn? Ástin mín er í vinnunni að hugsa þig. Já, með gift niður mig. Hlakka til að hafa hann blí með þér í kvöld, kiss, kiss. Já. Já. Þetta er ekki. Þetta er svo ræðilegt, sko. Ok, ég er svo sveittur á bakinu. Hvort að segja að þú verður með blí. Hvað er að þér eiginlega? Egil, leita þér hjálpar, ángríns. Þið eru að hlusta á FM 957 með okkur í dag. Aron Einar og Böðmingin og Kleinur hingjar Östlið til 6 í dag. Þessi var góð, Richard, þú verður ekki náða. Wow. Þessi var góð. Þú er greinlega búin að vera lengi út af því. En nú átt að ég er ekki búin að kalla það Kleinur hingjar Östlið í dag því að Aron gerði það rétt á hann.
Já, en þú byrjaðir, þú varst með spurt og svarað frá okkur það var hlustandi eitt á hreint, ég kallaði hana ekki, ég sagði að þjóðin var að kalla hana. Þú sagði rétt á hana, mann kleinur ekki úr, þú sagði rétt á hana. Já, ég veist að þjóðin, ég sagði það er ekki nema von að þjóðin kalli. Já, ég meina, það er náttúrulega skýrgámurinn sem byrjaði þetta, þannig að þetta skiptir einhver máli. Við ætlum að fara í lið sem hefur ekki verið í dágóðum tíma og þetta er svona smá keppni á milli ykkar sem að heitir einfaldlega sturlaðar hrossaskítur. Látt sem hún hefur verið. Ég með ágjör því. Ég er góður í því. Hvað ertu að kalla hann? Vöðvíkinn. Veistu alveg hvað ég kallaði? Vöðvíkinn. Vöðvíkinn er góður í því. Ég, Egill, hefur þú eitthvað maður tapað í þessari keppni? Mjög sjaldan. Ég fá alveg góður. Ertu naskur á svona hluti, Aron? Sko, þegar ég er að hlusta ykkur, já, þá er ég veit ekki hvernig ég er þegar ég er put on the spot, sko, Þetta er samt nú er búin að hæpa vöðvingi alltaf mikið upp. Ég drullar í 100%. Það er málið, þetta er taktík. Hvað er bara með hennar lið? Skulum bara byrja þetta. Þetta er mjög einfalt. Aron, þú byrjar að svara núna í fyrsta. Númer 1. Mannskepnan vinnur öll dýr á jarðríki í langhlaupi. Langhlaupi, já. Þetta er enda tricky. Wow. Langhlaupi. Sko, ég veit að það er besta spurning sem er komið. Já, ég veit að vöðvingin er góður þarna. Hann er mikill dýravinur. Hann sem sagt, horfir mikið á dýraþætti heima á sér. Ég elska dýraþætti. Já, ég tek eftir því. En ég meiri dýrum sem hlaupa hratt og stutt. Þetta er ekki maður specialty, svona langhlaup á dýrum. En þú ert með kenjubúin, sko. Hann er Það er erfitt að pakka honum saman. Það er erfitt að pakka honum saman í langhlaupi. Hann er frábær í því. Hvaða dýr verður gott í góður langhlaupi? Það eru mörg dýr geggjuð, þú veist, ég meina, þú myndir ekki vinna ljón á 100 metrum, sko. Ég myndi ekki þú sá þig að myndi sveppa. Hugsanlega geti ég gert það, en ekki þú. Já. Akkur þurftir að koma fín. Það hægasti maður sem ég sé. Ég myndi eins að pakka honum saman í dag. Ég er 15 kílóin léttari, sko. Já, skiptir ekki máli. Hægasti maður sem ennað að sé. Akkur ekki rematch, nú er þetta sko, þarna varstu obese Rikki, í dag ertu í championship shape Rikki. Já. Skoraði bara aftur á Muscle. Ég ætla ekki að fara neitt í grafgötu með það. Ég myndi pakka honum saman í dag. Þú ert alltaf kokki, ég fíla það. En ég ætla að svara bara snöggast. Ég ætla að segja að þetta sé sturluð staðreynd. Eina sem ég er að hugsa að sko úlfar geta eld djúðlega góð. Sko eins og Yellowstone garðinum þá er oft úlfar að elda einhver dýr í marga daga. Til þess að ná þeim. Þeir eru mjög þolinmóður. En er það að hlaupa allar tíman? Já, það er svona joggeta, þeir eru mjög þolinmóður. Þannig að þetta er að töffi. Það er svona að ég myndi tippa á þá sem myndi nenna þessu í langhlaupi. Fuck. Hvað sagði þetta? Hestaskítur eða vel í dýrin eða ekki? Já, mannskepnan vinnur öll dýr á jarðríki í langhlaupi. Þú ætlar að segja horse shit. Það er 1-0 fyrir Aron. Þetta er sturlu staðreynd. Mannskepnan myndi vinna öll dýr á jarðríki í langhlaupi. Kenjubúin er ekki það. Þú myndir ekki vilja neitt einasta dýr ekki í langhlaupi. Ég sem myndi vinna því í langhlaupi. Þú myndir náttúrulega fá sterakast eftir 3 kilometra, sko. Númer 2. Rannsókn leiddi í ljós að sjálfsmorðstíðni jókst 10% fyrstu 4 mánuðina eftir andlát Robin Williams í Bandaríkjunum. Getur þú verið með þessi neikvæðar og leiðilegur spurningu? Og aðeins lengri svo Rannsókn leiddi í ljós að sjálfsmorðstíðni jókst 10% fyrstu 4 mánuðina eftir andlát leikarans Robin Williams. Þannig að fólk hugsaði Robin Williams að drepa mig. Ég spáði að drepa mig líka bara. Er það konseptið þetta? Þetta er bara spurning, sko. Þetta er bara einhver sturlaður hrossaskítur, sko. Þú ert ekki að pæla eitthvað í þessu, sko. Gæti ekki verið góð tilviljun bara ef að tíðin... Ég bara er að fara eftir ákveðnu. Og þú taldir þetta segast, sjálfsvíðin þannig sem voru næstu 4 mánuði. Nei, kannski bara sá ég þetta eitthvað staðar. Þetta væri störtu slæðandi, þess að kannski bara bjóði þetta til. Er ég með svaretinn? Já, nú er það þú. Þú ætla aldrei búið þetta til, fyrst er aldrei dottið í huga nefn allir Robin Williams upp á þörru. Það eru uppbóðsleikarinn minn þetta. Uppbóðsleikarinn? Það öllu leikurum í heiminum? Jepp. Já. Komið Sly Stallone, Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio, The Rock. Nei, ég er bara ekki með skýrið í heilanum eins og þú, sko. Ég bara hugsa svona aðeins lengra fram í tíman. Þetta er horse manure. Já. Aron Einars. Wow. Sko keppnismadurinn segir mér að elda.
Það taka varnarleik og segja sam og ég ætla að taka sénsinn. Varnarsinnaði með maður, sko. Ég var vill í göttin og halda ballan, sko. Það með að þú ert að líka segja þessi fólksminni. Ertu að íta mér í það? Leðan að svara, Richard. Róluður. Stressið það? Nei, ég svolítið Sko, þetta of... Ég held að þú hefur setið heimaður og verið að semja þetta. Ég einhvern veginn, ég les þig þannig, sko. Já, ég ætla að segja þetta sé hestaskítur. Hestaskítur, það er ennþá 1-0 fyrir Árni, þetta er stuttur staðreynd. Hann heiti ekki sensin, fyrir 2-0. Það er ennþá 1-0 fyrir Árni, númer 3. 500 milljónir manna eru drukkin akkurat í þessum töluð orðum. 500 milljónir mökkaðar akkurat núna? Já, bara drukkin. Það er góð tala. 500 Estimated. Ég á svarrétti. Já. Þú ert fullur núna ekki, þannig að 499, 999 milljónir. Nei, ekki fullur núna. Annar staðar í Þú ert eins og er fullur, þannig að King Valli Sport frá 98 í hausverkum helgar, sko. Sko, ég er engunnaðir með þetta, þú, Captain. 500 milljónir manna. Hvað er til dæmis klukkan í Ástralíu núna? Það veit ég ekki. Góð punktur. Hvað er klukkan í Asíu? Þetta er sko, já. Hvað dagur er í dag? Það er fössari. Í Sydney núna er klukkan 3:50 nótt. Þannig að fólk er mökka á pöpunum þar. Það er klárt 3:50, þannig að það er bara skelli lás á ástralska B5 núna eftir hálftíma. Já. Sko, ég ætla að segja að þetta sé sturdu staðreynd. Ég reikna með því að fólk sé bara almennt að svipa í sig. Það er gott veður út allan heim. Hvað búa margir í heiminur ekki? Getur þú sagt með það? Svona rúmlega 6 miljardar. Já. Vildur þú margir mökkaðar þá? En náttúrulega, hvað er klukkan í Asíu? Þú ert að pæla hvað dagur er í dag og hvað er klukkan í Asíu? Asíu búinn almennt að Asíu búinn elskar að hella í sig. Já, það er ekkert annað að gera það, sko. Ég hef ekki komið með þessa spurningu. Eina sem ég velta fyrir mig, er þessi tala lærri eða hærri og hann breytti bara tölunni? Nei, ég held að ekki sé ekki það sniður, sko. Þetta er góða punktur. Þú sagðir... Ég segi þetta sé... Já, það er eiginlega útmáli, ég er ekki viss með þess að spila varnarleik, ég segi sama á Aron. Það er ennþá 1-0, þetta er Horseman Year. Anskotin. Það eru 150 milljónir manna drukkin akkurat. Hann breytti tölunni maður, ég er anskotin. Númer 4. Að tala við sjálfan sig daglega gerir þig greindari. Maður er hálf rugglaður ekki, maður talar við sjálfan sig alltaf daginn, sko. En að tala við sjálf og sig gerir þig greindari. Þetta stöðlu staðrend eða að tala við sjálf og þig. Finnst þér ég vera gáðaður eða? Nei, akkurat því. Þá er ég sannleika því. En Kjartan allir, þenni í stúdíunu, þú talar mikið við sjálf og þig stundum? Nei. Kjörum að gera, hann er gáðaður. Ok. Ég myndi segja að þú sést svolítið. Þú ert svona gáðaður til við erum í Kjartan, sko. Þú veist, ég nefndi ekki að klára þig, sko. Hann leggur bara hluti á minnið. Já, hann er límheili. Hann er mjög landur að vera gáðaður, sko. Eða hjálpar ykkur. Ég segi þessi rétt, þetta er correct. Ef þú talaði sjálf það, þá ættum við gáðar en almennilega lagagómur. Já, ég held þú minnið svolítið á hlutina. Já, talaði sjálf það? Já, ég held það. Ég segi að takk í sensin. Samstíð í þessu. Taktu sensin. Var það mótið vöðvingjan núna? Nei, ég ætla að segja þetta sé stöðu starrend. Ég verði að gera það. 2-1 fyrir Árni. Þetta er stjórnlu starrend. Ég þarf að jafna þetta. Ég kom með klapstýri hérna í... Fimmta og síðasta spurningin. Anskoti síðasta. Wow, ég mestalega nóg punkt. Adolf Hitler þjáðist af meltingarsjúkdómi sem lýsti sér þannig að hann var með mikinn vindgang. Og með eina spurningu sjálfsmorð og sérna Hitler líka. Er möguleik að hafa svo léttleik yfir sérna að föstudöður ekki, sko? Fólk er að hella í sig, sko. Ég meina þetta bara, er ekki fyndið Hitler rekandi við allan daginn? Þetta er dref fyndið, ég veit ekki það. Hver var svarettin, ég eða Captain? Gilsarinn. Hitler með smá vesinn í maganum, sjúkdómanum alltaf rekandi við. Já, svona meira heldur en venjulegu maður. Hann var með vindverki eins og sagt. Ég veit að segja þetta sé hárrétt. Já. Hvernig staðan? Það er 1-2 fyrir þér. Þú getur bara að tekið saman svar og unni. Hætt að hjálpa honum ekki. Þegið þú hann er ekki með 3 í greindarstölu. Hann lítur 8 að segja því, sko. Ég var að pæla í sig þegar hann var að tala þetta. Kannski vill að vinna með 2 punktum. Það væri ekkert ólíklegt. Ég sé bara ekki.
Og þó Rikki rekur mikið við heima á sér, þannig að hann mest af öllum mínum vinnum. Hann geti verið hérna heima á sér að reka við og semja þessa spurningu. Já, ég veit það. Í nullstofunni. Hann hefur verið að horfa á einhvern þáttum heimstyrjöldina og verið að reka við á sama tíma að búa þetta til. Það sé mjög líklegt, sko. Það er mjög líklegt að ég sé að horfa á Discovery Channel. Ég er bara þú veist, þú má svara þessu þú vilt, þetta er bara... Finnst þið það líklegt? Nú ertu varðarsinna með maður, okkur ekki sett svo í punktinn. Hvort vill ég 3-1 eða 2-2? Nei, 2-1. Nei, 2-1, já. 2-2 eða 2-1. Já, fyrir ekki. Já, ég sé alveg hillir fyrir mér verandi bara blásandi út á það. Anskotin að segja sama. Segja sama? Já. Lokatölur er 3-2 fyrir Aron Einar Gunnarsson. Þetta var störtlu staðins. Það þjáðist að meltingasjúkdómi. Til hamingju, Aron! Hádegisverðarpottur FM 957 og El Santo. Þú skráir þig og þinn vinnustad eða vinahóp á fm957.is og þú getur unnið gómsætan hádegismat á El Santo. Vala Eiríks dregur svo úr potturum góða alla 50 daga. El Santo og FM 957. Á Subway er taco-veisla í febrúar. Nýji taco-báturinn okkar, Doritos Snack og Gos á 899 krónur. Sjáumst á Subway. Túborg léttöl og Pepsi Max kynna. Þjóðhátíð í Eyjum 2018. Forsala hefst 21. febrúar næstkomandi. Tryggðu þér miða á dalurinn.is og upplifðu þjóðhátíð, flugelda, brennu, blís og brekkusöng. Þjóðhátíð, þar sem hjartað slær. Túborg og þín tónlist. Steppi Eko Andri með föstudagslögin á Gullöldinni 16. febrúar. Miðasala fer fram á gullöldin.is. Nú loksins hægt að taka grænmetisætuna í fjölskyldunni með á Metro. Því Cajun grænmetraborgarinn mættur á staðinn eða beint í bílinn. Betra á Metro. Vertu meistari í þínum fjármálum. Skráðu þig í reglubundinn sparnað hjá Íslandsbanka og sparaðu eins og meistari. Íslandsbanki. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Strákarnir eru kannski að fara til Rússlands. Ég að fara á Walk On. Walk On, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asískur matur. Regluleg umhirða og viðhald hækkar endursöluverð bílsins þíns. Við þjónustum Volkswagen og Skoda, Bílsson-verstaðið Kletthálsi. Potturinn rómantískur helgina og stefnir í 50 rauðar milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Lífgað upp á heimilið með nýjum litum. Bíkó, málum þetta saman. Loksins færðu Nóa kroppstykki með karamellubræði. Nói Sirius. Munið konudaginn á sunnudag. Konudagsvöndin færðu hjá okkur. Blómaval. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Konudagur á Hard Rock Café. Ókeypis kokteil með öllum aðalréttum fyrir dömurnar. Hard Rock Café. Túborg léttöl og Pepsi Max kynna. Þjóðhátíð í Eyjum 2018. Forsala hefst 21. febrúar næstkomandi. Tryggðu þér miða á dalurinn.is og upplifðu þjóðhátíð, flugelda, brennu, blís og brekkusöng. Þjóðhátíð, þar sem hjartað slær. Túborg og þín tónlist. Tífaldaðu gigabætinn. Með því að vera með heimilispakkan og farsíma áskrift hjá símanum fær fjölskyldan 10 sinnum fleiri gigabæt í farsíman. Kynntu þér málið á símin.is. Þú getur 10 sinnum meira með símanum. Skór, sælaveski og töskur. Verið velkomin. Marco Polo, Kringlunni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Á FM 957. Mættir hérna Rikki G, Öfingin og Aron Einar. Rétt. Með ykkur hér á FM, þetta ekki svona? Þetta var mjög vel gert, bara að stressa hér á FM. Já, þú tala alltaf að vera brosandi þegar þú opnar. Já, þetta ef þú ert brosandi, þá skilar það sér til hlustanda, það var alveg sportum með eins og okay. Þannig ef þú ert hress brosandi, hlustandinn heyrir það. Það þannig? Já, prófaðu það bara. Það svo leys. Herðu, talandi það, við fáum við mitt Aron Hannes sem að teku þátt í Eurovision á morgun eða söngvakeppni sjónvarpsins og við fáum líka Valla Sport með honum. Við fáum svona smá bransasögur. Fáum smá bransasögur. En við ætlum hins vegar að fara í spurningakeppni Gilsarans. Næst. Þetta King of Being a Professional.
Já, og það mjög mikill heiður að vera í þessari spurningu. Er það ekki? Jó, ég veit ekki hvað ég að gera hérna en, já. Ekki tala svona niður þig, bara sem manni, veist, hver búinn að rísa hraðar upp á Íslandi síðustu 3 ára, nefnd Edman. Frá að vera algjört piece of shit, yfir að vera the shit á okkur 3 ára, nefnd Ed. Nei, ég geta ekki því miður. Nei. Kjartan, þetta er ykkur í hug, eitthvað svona gæði sem var algjört nobody en the shit í dag. Það er góð spurning, sko. Þetta er ykkur í hug. Inga Sæland. Ok. Þetta var leiðilegasta svar dagsins. Þannig að við fyrir bara í Reykjavík síðdeis núna. En beinsir að ég að segja þið ekki. Ekki svona að þú ert að gera frábár hluti. Förum í þetta. Ok, king of being a professional. Æður stundum 2 á dag. Já. Það er punktur á Richard. Já, það kemur fyrir. Stundum 1 eða stundum 2? Já, það er alltaf 1, en það kemur fyrir að séu 2. Verður bara heim PlayStation eða búin og eða bara eina fyrir PlayStation og meðan það? Allir með sér ekki bara í PlayStation. Ég spil ekki PlayStation. Jálfurinni? Ég er faðir og hérna og tíminn varin í eitthvað annað, sko. Ok. Afsaki, ekki verið reyður út í góðan, sko. Það frábært svar. Takk. Passar það sem þú setur ofan í þig? Í dag, já. Þetta ekki að tala núna? Spurðu Rikka hvað fekk sér í morgumat? Ég var með ánum í morgun. Hvað veistu þið morgumat, Richard? Rúnsteiki. Jésús. Það var eldsnemma. Hvert var ég mættur í hátteginu? Hvert var ég mættur í hátteginu? Já, nákvæmlega. Hver bara rúnsteiki morgumat, Rikki? Það var ekkit annað en uppi. Jú, það var egg uppi og það var skýr og það var klæðisla. Ég er búinn að taka það lönga mér. En ég passa hvað ég setja honum ofan í mig, vissulega, já. Æ, geði punkt. Aron? Já, ég þarf að gera það. Er það skipið á þjálfurarnum það? Nei, bara sjálfur. Máttu vera að spila hveitur? Segja henni ekki við þig passaði hvað ég etur hann ruslið þitt? Nei, já, sko. Þú ert yfir einhverjar 50% þá ertu í svokvöldum. Er eitthvað sterahaus sem feitumæli er reglulega? Já. Svona eins og Egill. Varstu að kalla mig sterahaus ykkur? Nei, ég held að hann sé ekki að dæla í sig eins og Egill, en nákvæmlega. Það er gæði sem mælir okkur og hérna og sér nokkur nefn mataræð hæðingarsvæðinu og svona. Ok, það er það 2-2. Vá. Þetta er dead tight. Ég sagði þér ekki, slakaði bara á. Ég fíla þetta, nú fíla ég þetta. Þarft að stimpla þig inn í vinnu og úr vinnu á ákveðnum tíma eins og hinn almenni lagargómur. Nei. Rikki svaraði hratt þarna, hann er reiður, hann þarf að vinna þetta dag. Aldrei sér eitthvað svona ákveðin, þetta er ekki. Ákveðin, já, nei, ég þarf ekki að gera það. Það er ekki klukka þarna á vellinu svona. Sko, nei, það er gæði sem að stendur í hurðinni, öryggisvörðu sem að tekka mann inn, þú veist. Merkir hann Aron mættur? Nei, bara spurning hvort þú séum og seinir, sko. Þetta skammaði það? Nei, það er best til, þú veist, þjálfarnas ef að menn eru seinir, en ég er ekkert að renna kort í Aron mættur, það er ekkert annir, sko. En þú stimplar þig inn? Nei, ég stimpla mig ekki inn, það er gæðin stimpla mig. Já, ok, en nú er þessi gæði, fylgjast með þú kunnar á ferð líka? Þú ert eiginlega stimpla inn eins og einn almenn lagagómur, sko. Þetta er eiginlega punktur á Richard en ekki þig. Það er ekki, þú getur alltaf einhverjum, það er ekki gæði að stimpla þig inn, þannig að nei, ég er ekki á leiðilegur á hann. Þetta er punktur á Rikka, en því miður þá er þetta punktur á mig líka. En öryggisvörðurinn, er hann ekkert stimplaði út? Nei, því miður, hann er farin þá. Já, þá er þetta punktur á báða. Þetta er mjög spennandi. 3-3. Eins og flestir atvinnumenn, golfaru mikið? Já. Það er punktur á Richard. Golfað þú, Aron? Já, ég golfa. Mikið, sko. Ertu svona eins og vöðvingin, occasionally, eða ertu obsessed eins og Richard, bara að sé þig í sumurinn? Nei, ég er ekki obsessed, en ég golfa þegar hérna... Ég er enda sko í nokkara ringi í sumar og gasta aldrei, sko. Ég? Síðasta sumar. Það voru eiginlega bara að forðast þig, sko. Því miður, ég... Það er ekki mikið áhuga að hanga með þér, en... Krúnurækkaði latti í mættur, Það var krúnurækkar, ekki sköllóttur. Það gæti verið það. Ég golfa, jú, en ég er ekkert eitthvað, ég er ekki veikur eins og Rikki. Nei. Notar golf til að loka viðskiptadílum og svona, þannig bara svona, þetta er ekkert áhugamál þannig síðan. Þú ætti að loka einhverjum díl og þessi færi golf. Meira svona þannig einhvern veginn, eða? Hvaða dílum? Það er staðrend, Richard, að viðskiptamenn klára alla díla á golfvellinu, sko. Veist það alveg? Hann er að strauja menn á fótboltavellinu, dreftu mig. Það er 4-4, þetta er dead tide. Hefur Gerla sagt við í rúminu, djöfus atvinnumæður?
Þetta ástæðan fyrir ég var smeykur þessu spurningu. Er þetta king of being a professional? Bíddu, ekki þetta bara spurningakenni og ég bara að lesa upp spurningar. Okay. Ég verð að hendi nei á þetta. Það er engin gella sagt við mér í rúminu djös atvinnumæður. Það er ekki djöfulsins, það er djös atvinnumæður. Nei. Aldrei fengið svona hrós. Nei. Já, ég verð að segja nei á þetta. Eða fagmaður, atvinnumæður. Fagmaður. Rikki, þú lítur nú að fengi einhvern Ef ég myndi ekkert mann fá. Þú hefur fengið djúvel eftir góður í þessu. Nei. Það væri mjög förðulegt. Geggjaður ekki? Nei, alls ekki. Fá báði nei þannig? Já. Lýsuru fótbolta á bumbunni eða spilaru fótbolta? Ég lýsi fótbolta en ekki á bumbunni. Ég er bara í Móla finnst þér nú vera fyndin. Þannig lattið með hár. Ég er bara að lýsi fótboltaveikinu. Lýsir þú fótboltaðurinn? Herri, nei. Ég spila fótbolta. Þú varst byrjað að lýsa 12 ára á það ekki? Richard? Já, upp í garði heima. Og nákvæmlega ég held að þú er bara eitthvað veikur. Fárveikur. En þú varst líka í ægufótbolta, þú varst öflugur á miðjunni. Já, svona í yngri flokkum. Ég sé þið ekki alveg fyrir mér þar. Þetta með öflugur. Ég spila með Rikka, hann er alveg fít sko. Hann er með gott öts. Hefur það sagt konunni og ætlaði að fara fram að horfa á gólfið en hendur svo í laumurhisting? Þú veist, ég stundum velti í fyrir mig. Nú er ég vera ógeðslega rólegur. Bara alveg bara svona, þú veist, bara svona easy. En ég velti í stundum fyrir mig, hvað er að þér? Bara svona í haustnum, þú veist, þetta er 4. eða 5. þátturinn í röð, þar sem þú kemur þessu einhvern veginn eitthvað, ertu obsessed á þessu? Rikki, mér finnst þetta comedy út af því, ég gleymi aldrei þegar ég og Rikki að vinna saman í sporthúsinu, það er mörg ár síðan, og ég situr á skrifstofu og leiddist og Rikki kemur og gilsæði þar að segja svolítið og grjót heldur kjafti, og ég bara, já, ég lofaði því. Hörðu, ég veit ekki en ég laug þar. Það sagði þegar ég var heima í gær, sagði konin ég ætla að fara horfa á gólfstöðuna. Girti niður mig, hristi mig þar og hún gefur fram, gómar mig, segir ekki orð, labbar inn í herbyggi og skellir hurðinni. 3 mínútur síðan vissi allt sporthúsið þetta. Egin labbaði nú allar skrifstofur í húsinu. Veistu hvað Rikki var að segja mér? Hann fór inn í sjúkraþjálfun og hann var einhver gæi með kuna að nynni. Alli, að ég segja þér. Hann var að nutta gæjan sko. Er þetta svokallaður áhættu hristingur? Já, ég mun alltaf aldrei segja Egin mun aldrei fá að vita neitt. Aftur, aldrei. En ég verði að hendi já á þetta. Nei, ég hef ekki farið fram og klára þetta. Ég sé að horfa á góðstöðina. Klára þetta. Það er 5-5. Fekk ég stig fyrir þetta? Nei, Richard var 1 punkt á eftir þér og hann var að keyra í punkt. Lýsa á bumbunni. Geturðu straujað í dag 3 glænýja reynsróðura og samt verið plús á bankareikningum? Ég var að hendi nei á þetta. Þú veit 100% viss? Er ég 100% viss? Lokkaði nú Arjón og doppeltjekkaði. Já, Pési Págaugur. Aron? Aron? Sko hvað, ég menn, þetta er bara spurningin sko. Ég er ekki viss hann getur strauja samt 3 reynsróður og verið í plús á reiknum. Já, betur. Nei, ég held bara að kostinu bara myndi ekki höndla. Já, ég menna, þú veit, theoretically getur það. Mikið inn á eftirlaunasjóðum og þannig. Það er möguleiki. Það er séns. Ok, þú er basically að segja hann búið vill og ég er brunnkjallar. Næsta spurning. Það er ekki brunnkjallar, er ekki úti. Geðveitt hús. Það er ekki kjallar. Geðveik íbúð. Já, flott. Má ég fá samt konkrétt svar frá the captain? Jésús. Hvað? Nei, þetta er 5,9 nýr. Er það Reins eða Land Rover? Reins, það er meira svona 21. 21, já. Sinni þrýr. Land Rover var disco. Þetta er ekki að segja mikið peningur, þetta er 60 kúlur, svara það bara. Tala um að segja peningur. Svara það bara. Hann er búinn að svara þessu. Nei, hann eftir að segja, svo svar. Gætur það? Gæti það akkurat núna? Já. Ó, þetta er svo vant. Hvað, þetta er bara spurningi hérna. Það er að nutta á sér andlitið hérna og líður ekki vel. No til.
Nei, þú ert atvinnumæður, þetta er punktur, þetta er ekki flókið. Rikki, þú veist ekki punktana? Ég get ekki strauja fyrir Yaris, það með við bara fara í næstu spurningu. Getur þið strauja fyrir Yaris? Nei. Getur við ekki góðan í Yaris og 1,45? Það heldur ekki strauja fyrir því bara núna. Ég séð skúfuna heim með það, Richard. Ef þú byrjar aftur á þessu og slekkja þess, fara í næstu spurningu. Hvað er í þessari skúfu? Það er ekki í þessari skúfu. Þetta er umtöðu skúfu. Ég aldrei séð mikið peningum inn skúfu. Egil hefur bent fólki á að brjótast inn tínu. Hvað er þetta maður kallar þetta vinsinn? Þú byrjar í hvað? Tröllaköp 12. Ég sagði þetta ekki fólki að brjótast, ég sagði bara að mikið peningum í skúfunni heima, Richard. Og ef að menn væri að stunda þetta, þá væri það mjög sniðugt. Er þetta búið? Nei, hefur þetta ekki Wayne Rooney öxl í öxl? Nei, það hef ég ekki gert. Ég minni það. Ég hend honum. Já, þú grýtt honum í burtu, það er ekkert vesinn. Nei. Það er því meður ekki, þú byrjar að stert. Já. Það fór að halla hana aðeins undan í lokin höður. Já, er það? En sann, 7-5, það er bara heldur vel gert. Hvað er þöngur? Já, hvað er, hefur þið farið í þöng? Hvíti rúsin í heimi er á Lebowski bar. Átt þú stefnumót við eldbakaða pítsu í kvöld? Kíktu inn á eldsmiðjan.is og kannski finnur þú sálufélaga þinn. Eldsmiðjan. Punkarinn, rockarinn, töffarinn. Billy Idol í Laugardalshöll 1. ágúst. Miðasala hefst þriðjudaginn 20. febrúar á tix.is. A war is coming. Marvel kynnir fyrstu stórmynd ársins, Black Panther, ein allra flottasta ofurhetjumyndin til þessa. 5 stjörnu mynd, 97% fersk á Rotten Tomatoes, mynd sem þú mátt ekki missa af í bíó. Black Panther, frumsýnd 16. febrúar. Það eru margar ástæður fyrir því að hönnuðir velja Slippfélagið. Til dæmis gæðin, Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Þú veit svarið þegar kemur á knattspyrnu, í sjálfsögðu, Jói Útherji, Ármúla. Hvar á að borða? Ekki fara í eitthvað radleik í hausnum á þér. Komdu bara á grillhúsið, þú veist það klikkar ekki. Grillhúsið er alltaf svarið. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. 1-2-1-2. Ég heyri mér. Hún heyrir þér. 2-1-2, já. FM 95 Blö hér á föstu degi. Ég og Egil erum hérna í stúdíónu. Aron Einars komin í smá pásu og við erum komin með góða gesti hér í stúdíóðu Egil. Meðal annars, við komum betur á honum á eftir en það er maður sem þú lítur mikið upp til. En annars vegar er komin ungur tónlistarmaður sem að sló í gegn á sama tíma í fyrra þegar hann tók þátt í söngvakeppni sjónvarpsins. Aron Hannes. Sæll og blessaður. Sælir. Þú ert að fara aftur í þetta ævintýri. Já maður, ég til í þetta. Já, af hverju? Bara, þú veist, það var gaman í fyrra, gerði helling fyrir mig og lagið gott. Það var svona lagið svona kveikti aðeins í nýstanum, sko. Ég verða að viðurkenna. Þú veist, lagið þitt í fyrra var langt best af öllum lögunum. Varst ekki frekar pirraður að hafa ekki farið út? Svo, ég var sáttur samt, sko. Svala er stór biti og hún er frábær. Og ég var alveg, þú veist, ég var ekki að vera að grenja að tapa sölu, sko. Það var bara ekki séns, en Friðrik kom að pakka það með saman. Þú veist, það stundum með maður bara að pakka saman í þessu. Já, það er bara svo leiðis. Og þú ert alltaf mættur, reiður árið setna. Til í þetta. Ég skeit með það. Okkur mætti ég ekki árið setna og pakka það saman þar? Þú varst bara ennþá að stekja sárin. Það sjá, vendar. Ég er ennþá á því. Aron, þú ert með lag sem heitir einfallega bara Gold Digger, hvort sem það er á ensku og íslensku. Titillinn er svo sami. Hann er svo sami. Gullgrafari var ekki alveg að virka. Nei. Það er eitthvað off við það, sko. Var ekkert vandamál að skýra lagi Gold Digger á íslensku? Sko, við gerðum svona, skítarettingu. Þetta var svona Gold Digger. Já. Nýjirði ásins, 2018. Já, þetta er bara veislað. Og geggjaða nafn og lagi. Með ói, sko. Já, akkurat. En eins og svona bara, hvað sérðu núna fyrir? Nú ert að fara að keppa morgun. Já. Númer hvað ert á sviðinu? Ég er fyrstur. Þú ert fyrstur? Ég byrja partíð. Þannig að það er, hvað, 999 Já. Þú fara erfiðast að slóti. Það er erfiðast að vera fyrstur. Er það? Já. Já, þetta er því að, sko, fólk er náttúrulega, sko, kom sér fyrir. Fólk man ekkert, sko. Fólk er alltaf gefið. Eins og við félagin förum í keppni svona karaoke keppni eða flottuleiki. Að vera erfið alltaf sem byrjar, hann skýtur alltaf á sig.
Egil, eftir alveg að bera saman söngkeppni sjónvarps og karaoke-keppnin okkar í FM 95 blöð. Já, það þjóðin sem kýs í okkar keppnum og þjóðin sem kýs þarna. Þannig að málega samt, ef að byrja í erfiðasta slottinu og pakka þessu saman mjög impressive og það það sem Aron Hannes vantarlega var að gera. Aron, hvað svona sér þið fyrir hver komið lagi til þín og hver plataði að fara aftur í söngkeppni sjónvarpsins? Sko, lagið, ég var á fundi með Valla og Sveini Rúnari sem að samtidig mitt lagi líka í fyrra er höfundur á laginu og hérna þeim langaði að taka þátt aftur og ég bara alltaf var ekki alveg viss svo sýndið með þetta lag og ég bara, já, ok, til í þetta gerum eitthvað. Já, það bara svo að það var alveg spilað fyrir mig hó ég þurfti eitt reynsli, ég var klár. Guð minn góður, ég verða að koma að því fyrst að Valli er einna sem er svona representa Aron Hannes. Valli, Egill Einarsson telur sig vera svona eitt svona færasta tónlistamann þjóðarinnar á þeim tíma þegar hann var hljómborðsleikari í Mercedes Club. Hvernig var að starfa með Agli á þessum árum? Það var bara mjög skemmtilegt sko. Vegna þess að menn sem telja sig vera bestir í einhverju þeir einhvern veginn fá bara allar að trúa því líka og það er það sem er skemmtilegt við Egil sko að hann bara stendur einhvers stór og segir bara eitthvað og það verður að sannleika sko þó að sé algjör steik þegar hann er að því sko. Hópa sér þetta ullasokk upp í þér, Richard? Já, ég er líka aldrei sé hann er actually ástfangin að þér sko það er versta við að það er ekki grín sko. Það er eitt að þykja væntum gamla umbóðsmannin sín ég er ekki að fara inn í Valgeir sko Var ég að tala það? Ég var ástfangin á hann. Hver talaði að var að fara inn í eitthvað? Egil, hvað er að þér? Þú varst að segja Ég sagði það aldrei. Við erum góði félagar. Hver er besta sagan sem þú átt að Agli á Mercedes-æventýrinu? Wow. Það eru margar sögur með það var sko, þetta var alltaf alveg ótrúlega tími sko, erlendisfélagarnir og það sem að Egil var sko frægur tónlistarmaður bara á einni nótu að hann að hafa átt að segja því sjálfur vegna þess að hann vissi ekki mun á hvítum og svörtu nótum á hljómborð bara áður en að vissa þá var bara forsíðu viðtal við hljómborðsleikaran Egil Einarsson í Morgunblaðinu og það sem var sko 2 opnurinn í miður blaði yfir sko því hvernig þessi hljómborðsleikari lifði lífinu sko á þeim tíma var hann bara búinn að læra sko og það var með þessi að flókið sko en til að sanna hann gæti það þá fengum við Ísland í dag til að mæta og taka upp að hann gæti spila þessar 2 nótur á píanói það var alltaf mjög fyndið sko pakkaði þið saman þar þetta var geggjaða tími þetta var geggjaða tími sko en náttúrulega eftirminnilegast var náttúrulega samt sko þegar við fórum á sko landsmót hestamanna það er að Haffi fór á girðinguna við erum búin að segja þjóðir nokkuð sem við það þeir lendið í hostile crowd málega með 12.000 mann svona, allt gamli skólinn nennir ekki að sjá menn fara á girðinguna og sko og máli, þú voru að segja hvað þú varst að gera þegar gamli skólinn komast inn í tækniherbygging sko þetta byrja allt voða vel sko. Allir rosa gladir Mercedes Club var svona bara einn heitasta hljómsveitin á þessum tíma það var hérna það var svona á nokkra mánaða tímabil sem Mercedes var bara heitast sko. Og þvílík innkoma á sko toppnum á Land Rover brunandi inn á brautina svaka krát og svaka stuð svaka sko sound en það datt út atriði þannig að við vorum að spurða hvort við getum lengt okkar þannig að við vorum allt í einu búin að lengjum 3 lög og Mercedes Club átti ekki sérlega mörg lög og þegar voru komið 5 lög með Mercedes og framkoman fyrir framann og þótt ekki fjölskyldu en já þið voru að gera einhverja segðu það bara þjóðin veit að þið voru að gera einhverja
Þá var mitt jobb allt í hennu sko dyravarsla til að passa að menn kæmist ekki í mixerin. Ég bara verja mixerin svo er ekki slögt á bandir. Það var rosa. Valli hefur keppt í fitness og hann ætti að nota þá að halda burtu redneckunum svo að æði mixer. Það er gaman að þessu, það er gaman að þessu eftir á sko. Skemmtilega að segja Aron Hannes við óskur góðs gengis á morgun. Þú ert fyrstur á svið og númerið þitt er 99901. Já, takk fyrir það. Og við stiðum þið strákandir. Takk fyrir það. Aron Hannes, Gold Digger, tekur þátt á morgun, King Valley Sport og Aron Hannes Flott hjá lag hjá Aron Hannesi. Veit að Aron Hannes, þú heitir Aron og Hannes er markmaðurinn. Já, góð blanda. Aron og Hannes, Aron Hannes. Hvað fattar þetta bara núna? Vá, mér finnst ég vera miklu heimskar en ég var því ég opnaði hennar. Fyrstutalan er ekki táinn. Jæja, það er vitað. Þess er ég útastmaður ekki, ég var með háagenduþölu og var í annar staða núna sko. Jæja, það er alveg með, ertu ekki að mæla fólk, ertu ekki engaþjálfari eða? Jú, vissulega. Er reynda góður í því? Ég var í eldflöðsérfræðingur, ég var í gáðaður en áframgak. Herruði, nú ætla ég hins vegar, nú ætla ég að hefna mín. Þú hendi mér í einhverja blómabúð áðan. Nei, eru ekki verið spurt og svarað? Nei, ekki strax. Jesús. Ég ætla núna að henda þér í eitthvað sem heitir óþægilega könnunin. Öddi og Sveppi voru duglegir með þetta. Nú er ég búin að senda á þig spurningar. Nú ætla ég að hringja í fólk. Og ég ætla bara að segja hér og nú, þetta var sko seinna símtalið var tekið upp í dag af því að sko seinna símtalið var símtali í vinkonu mömmu minna sem ég hef mikið verið að stríða og ég var að tengja hana saman við pizzastað og svona. Sem var frekar frekar pirruð. Já. En ég ætla að lesa spurningar, þú ert að segja öskar mig á hann að vera eitthvað að mér. Já. Ég er bara eitthvað ruglaður og hvað er að þér, Richard? Ég er alltaf að komast að því meira og meira, þú ert eitthvað veikur. Nákvæmlega, hlustu á Captain. Ef Captain veit ekki, hvað veit það þá? Þetta er ekkert Captain fyrir mér, þeir eru bara 2 páfakökar hérna á móti mér sko. Þeir eru sammála öllu sem þið segið sko. Þetta er bara, þetta er vandræðalegt. En hins vegar ætla ég að setja þið live í fyrsta aðeina. Ég er búin að finna gæja á Vopnafirði. Frábært. Hann er mjög létt yfir hún að búa á Vopnafirði sko. Það er fálar þess. Engin trafík. Það er bara skjálbrósendi. Þú ert klár með þessar spurningar? Já, ég er með þessar spurningar. Og ég segja þjóðinu hvað spurningarnir eru. Nei, þetta var bara að koma beint í síman. Þetta er tilbúin. Já. Halló. Jón. Já. Já, sæll og blessaður. Ólafur heiti ég, hringi hérna frá Vísi. Vísi.is. Já. Í rauninni með svona nýjan lið hjá okkur á síðunni þar sem við spurjum Íslendinga svona nokkrar spurningar sem eru mjög einfaldar og stutt svör við og ég ætla að teka svona 45 sekundur í lagi skjótaði nokkrar spurninga. Það er möguleiki. Já, hvað snýst þetta? Þetta er rauninni bara svona hitt og þetta. Þetta er bara svona léttur liður og það er ekkert nafngrendur en svoleið, sko. Þetta er bara svona... Já, láttu það koma. Þannig að áttu gæludýr? Nei. Nei. Ef þú getur breytt þér í dýr, hvaða dýr værir þú? Ég, náttúrulega. Það er ekki að svara um vill spurningu. Nei, ekkert svona sem poppar upp eitthvað. Nei, það get ég ekki. Ok, ef þú mætti kveikja í einhverjum, hver er þið fyrir valinu þar? Í einhverjum? Já. Og þetta er nálega vill spurningu einn, sko. Já, þetta er nú bara svona, þetta er liður svona á léttunótunum hjá okkur. Já, það getur ekki svara svona, sko. Nei, við höfum okkur beint til næstu. Hvort myndur þið segja og værir graðari fyrirhátti, eftirhátti? Heyrðu, við skulum bara sleppa svun mín, blessaður. Það er svoleiðis. Það var ekki. Þetta er síðan skipt sem ég fyrir þetta. Ángrín, sko. Þetta er síðan skipt sem við ekki fyrir ennalið. Herru, við verðum að prófa einn í viðbót. Herru það, við verðum að taka einn í viðbót. Halló. Klara það? Já. Sælvertu Ólafur hérna á Vísi. Uppáðslega eru þið uppáðsrengjandi. Þetta er sko, við langarum að skila það saman fyrir 4:30 og áður maður fyrir helgafrí. Já, þið eru hóla uppáðsrengjandi, ég verð að viðkynna. Já, þetta er svolítið, það virkar þetta þannig.
Ég meni, ég bara geta sagt strax, nei, ég vil ekki taka þátt í þessu. Já, en þú ert múin mjög almennleg. Ég hrósaði fyrir það. Ég finnst það, ég er voða pirruð. Nei, alls ekki. Alls ekki. Jú, ég er það. Þetta eru sko bara nokkar spurningar og þetta er svona, þannig sé bara já og nei spurningar. Þetta taka bara örfá sekúndur rauninni. Að drífa sig að þessu. Já, áttu gæludýr? Já, 2008. Já. Þetta er algjör gæludýr í minn. Nei, ég á ekki gæludýr. Nei, það maður sjá, nei, ok. Ef þú geti breytt þér í dýr, hvaða dýr værir þú? Hundur. Hundur. Ef þú mætti kveikja í einhverjum, hver yrði fyrir valinu? Minn góður. Bittu nú við. Getur hver sem er? Íslendingur eða eitthvað erlendur eða? Æ, segjum bara Donald Trump. Donald Trump. Ok. Hvort ertu graðari fyrir hádegi eða eftir hádegi? Hvað sagði þið? Hvort ertu graðari fyrir hádegi eða eftir hádegi? Aldrei. Aldrei? Nei. Hvorki? Né? Nei. Ok, mér sjá. Aldrei. Notaru öryggi þegar þú tillir á Billy? Á Billy? Hvað Billy? Á Billy Boy. Sem er smokkur senst. Nei, hvað er að? Tillir, já. Þú tillir ekkert á hann? Nei. Ok. Hörðu, það er glæsilegt. Þetta var sérst þessi spurningar sem ég langaði að senda á þig og ég þakka kærlega fyrir þáttökuna. Já, bara þakka þér fyrir. Ég er ekki eftir læg með ykkur eða. Shit, þetta var óþægilegt. Bátur vikunar á Kvistnós er Íslendingur á aðeins 699 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. Laugarásbíó kynnir ný viðmið í bíóupplifun á Íslandi. AXL. Sjáðu nýjustu myndirnar í bestu mögulegu gæðum. Laugarásbíó. Bara lúxus. Það eru margar ástæður fyrir því að hönnuðir velja Slippfélagið. Til dæmis þjónustan. Slippfélagið. Við hefum málað með Íslandingum í meir en 115 ár. Skiptu yfir í Toyo harðskeiladekk og taktu afstöðu með örygginu og umhverfinu. Nesdekk og öll betri hjólbararestæði. Þú færð allt fyrir sundið hjá okkur. Hafsport.is, Nýbýlavegi 14. Pizzudagar á Pizzunni. Stór pizza að matseli á aðeins 1490 krónur. Pantaðu á pizzan.is eða í síma 578 88 88. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Fight the world, I fight you, I fight myself. FM 95 Blö hér á föstu degi, það er klukkan vantar 8 mínútur í 6 og það er komið að því að fara í nei, við erum búið með það er spurt og svara. Ég kvíði því ég kvíði ekki fyrir í dag því það eru báðar spurt, nei, að því að það eru báðar spurt. Ég er okkur að spila trailer fyrir mér þessa. Eða það? Já, að því að Thank you, Richard. Sko, ég er á því að það ætti að vera trailer fyrir, ég meina, Vöfingin, hann leggur mikla vinnu í þessa trailera. Thank you. Bara til svona, bara completely honest. Þetta er að hlusta fyrirlega núna. Þá fyrir mikil vinna í þessa trailera. Hlusta hvað hann að segja. Hlusta þá. Já, ég er að segja það. Já, hann vil þeirri trailera. Hanna. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, muni dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svar. Þetta er actually svona venjulegur trailer. Þetta er bara svona 30 sekundur. Stuttur. Og stuttur. Ætlar ekki að spila restina? Þetta er bara eðlilegur trailer. Spila okkur annan trailer. Hann var að setja mikla vinnu í þetta og þú ætlar ekki að klára trailer. Þetta var trailerin. Ég er búinn að spila. Nei. Hvað er í gangi? Ég elska því að ég var gestjónuna sem kann að meta trailerina mína og þegar vannar er ég með The Pooh og The Pooh er ekki, þá er ég með Richard og þeir hata trailerina. Já, ég held einhvern veginn að Richard væri,
á traileravagninu. Nei, alls ekki. Svo verðist ekki vera. KJ var með mér einu sinni, hann var hann að stjórna þættunum. Spila alla trailerana. Og spila alla trailerana og hann röflaði ekki mér einu sinni. Og síðan er hávaxið með dögt hár og ekkert eðlilega myndalög líka. Það er ekki verkefni þess sem er á tökkurum að vera að væla, sko. Ég var ekki gæla, ég myndi henda mér í KJ. Þú var ekki gæla, þá myndi ég hleypa upp á mig. Það er svoleiðis. Wow. Herðu, við skulum bara fara í spurt og svara. En nú get ég halla mér í sætinu, fengið musík og slaka á. Já, þú ert ekki Loksins. Já, og sko Aron, þú þekkir þetta, fólk er forvitið og það getur ekki leitað til þín hvenær sem er. Nei. Þannig að það er senda á þig. Já, byrjum bara, þetta er tvær spurningar, byrjum bara fyrstu. Sæl þykki, sko ég ánægði með hennar meistara, ég hef ekki verið kallað þykki mjög lengi. Þykki gamla landið mitt. Ég var fyrst með Gilsari, Negas, ég var með Störi, þykki og Vöðvingin. Höfðingin líka nú milli. Og Höfðingin, já, í smá tíma. Ég ánægði með hennar meistara, þykki. Takk fyrir það. Það heitir Sigurður. Ég er með spurningu á tvífarðin hann Aron Einar hann segir Einar sem koma Aron svona James Bond, það er skemmtilegt vel gert ein spurning, nú ertu fárlega líkur vöðvingjanum basically eins og tvíburar nema vöðvingin er með glæsilegar axlir, þríhöfða og þykkt hár og þú ert sköllótt rastl þetta er samt ok, nú þarf ég að tala að þessu hennan meistara hann sagði, segir ekki with the captain hann sé sköllótt rastl. Nú þetta er eiginlega þannig, nú þegar ég senda þessu gæða mail tilbaka og gerir þetta, leið maður umorða þetta þú heyrir þetta ekki basically eins og tvíburar nema vöðvingin er með glæsilegar axlir, þríhöfða og þykkt hár og þú ert sköllóttur hvað gerðið þú Aron til að mastera þetta Gilsaralúk sem þú ert að vinna með hvað er það Sigurður? Sko ég ætla að byrja ungur aldrei að vinna í þessum öxlum ég viðurkenni það ég 14-15 ára byrjaði að lifta og hvað er ég á Akureyri? En ég var ekki átakið að bjargið hvað var það? Ég var í ræktinni? Ég var í ræktinni á sínum tíma höllinni á Akureyri en ég var byrja að vinna í öxlunum til þess að þú sást hvernig axlir vöðvingi var með það er bara fyrsta skref en svo bara einhvern veginn áttaði mig á því að þetta væri ekkert eðlilegt þannig að ég fór svona að kynna með hlutina kanna þetta hvað er í gangi og þá náttúrulega vissi ég það að þú varst að spara út í raskataður klippum þetta út ekki? Við erum því miður í beinni útsendingu ég spóla tilbaka og klippur þetta út þannig að ég er ekki í beinni útsendingu Aron sko ég hef verið að negli raskataður með það er illa séð sko já ok menn kallar mig skýrhaus já ok skýr segðu bara skýr borða ekki nóg mikið skýr á þessum tíma þannig að ég átti á mig því að þetta væri bara ekki möguleiki en andlitið er bara þannig að ég var eins og þú í miður já fárlega líka til hafa ekki með það segja hvað líka Rikki hrós á fyrirlegan hvað svaraði spurningunni já ok en nú er ég jákvæður þetta er actually bara svona spurning basic spurning og hann svarar en nú er ég ekki í þessu að þetta er ekkert gólstöðar kæftað og eitthvað svona ég get lofa að það er ekkert gólkæftað þetta þú ert í fríi núna fannst þetta eðlileg spurning? já, mér finnst bara frekar eðlileg sko sælvöðingi, spurning nr. 2 við byrjum að segja að þetta er almesti vöðviki sem ég hef kynst þetta er ekki eðlilegt reyndar en ég er 12 ára tiltölulega eðlilegu drengur 12 ára frá Akureyri tiltölulega eðlilegu drengur frá Akureyri ég hefi knattspyrnu og það er my passion það er samt ekki minn eini hæfileiki þegar það eru íþróttamót í skólanum mínum þá er ég alltaf fenginn á mækinn til að lýsa því sem gerist Ertu að djóka í mig? Nei, þú veist, þú er ekki hugmynd Rikki, að þú setja tengja þessa spurningu og þetta nátt, sko. Ég hef líst, sko. Pass ykkur, 12 ára strákur, sko. 12 ára, sko. Ekki verða að gera lítið úr þessu barni. Þetta er barn. Og Rikki, það var mjög gott að þú myndir líka að hlusta á hana dreng, þú veist. Sko, hann segir, já, hann er góður að lýsa öllu. Hann segir, það er ekkert sem ég get ekki lýst. Ég hef lýst knattspyrnu, körfu, handbolta, bandi, frjálsum, you name it. Ég kom með mjög slæma tilfinningu. Já, þetta er slakað á. Ég ákvað að senda spurningu því ég frétti átrúna var góð mitt, hann Aron Einar var í þettunum. Ok. Hvað heitir þessi mest? Mín spurningu, hann heitir Tokki 600. Hæ?
Og það heima á 600 Akureyri. Ok Ég er þetta mikið meira fyrir 603. Vá, ég fekk eiginlega svona pínu kaldan svita. Þannig, já, ok, flott. 600, allt í lagi. Hann segir hérna, sko, hann er með geggjaða spurningu, Tokki 600. Hann segir hérna, mín spurning, hann segir átrúnalega góð með Aron Einar. Mín spurning er á hann og í rauninni aðeins á Rikka líka. Því ég frétta Rikki að vera öflugur miðjumaður á sínum tíma þegar hann var í boltanum. En hvaða skref get ég tekið í lífinu, svo ég verði atvinnumaður eins og Aron Einar, en ekki spikfeitt kleinuthingarus. Nei, betur. Ok, Rikki. Ég þarf að þetta er ekki bara að lesa. Maður lesta rétt. Egil. Maður lesta rétt. Hann segi, hann sagði þetta ekki. Hann sagði, hvað skref get ég tekið, svo ég verði atvinnumaður. Já, og endi ekki sért spikfeitur íþróttafréttamaður eins og kleinuthingarusli. Hvað er Tokki 600? Þetta er það sem hann meint. Og sko, að málið er, sko, Rikki, að málið er, þetta er góða punktur í honum. Þið voru báður Er þetta góða punktur í honum? Nei, þetta er málið. Þið voru báður góðið miðjumenn á sínum tíma, í yngri flokkum. Þú varst fínn miðjumaður, ekki? Sko, pælum í þessu. Þú varst íþróttafréttamaður í dag. Já. Aron er atvinnumaður í dag. Það vita það allir, sko. Já, sko, hvað var til þess? Hvað skref tókst þú í lífinu, Richard? Valdur flöskuna? Sko, Richard, ég kom aðeins inn í það. Þetta var sérst vegur. Það var annarkvært hægri beigða eða vinstri beigða. Þú tókst vinstri beigðina. Ég tók hægri beigðina. Ég fór að æfa meira. Flaskan vinstra megin. Rikki, verður bara hreinskilin. Valdur flöskuna? Valdi ég flöskuna? Nei, ég bara var ekki nógu góður. Fáður annars sopa. Rikki, þú varst fínn á miðunni. Mennur að margóðum að segja að þú varst fínn á miðunni. Það með basically þegar við rættum saman í dag með spurt að svara, þetta væri komið nóg að mér svona í þessu. Þú ert ekki í þessu spurningu. Nú er það ekki, voru ekki spurningar á okkur báða? Þú veit ekki enda eins og spikfeitt kleinur ríkja rusl. Egil, ángríns. Það held ég, kæru hlustendur FM 95 Blöð hér á föstu degi að svona fara að síða og setni hlutan hjá okkur, en við eigum eitt skemmtilegt eftir sem ég er búin að bíða svona pínlítið, þar sem Aron Einar Gunnarsson hefur verið gestastjórnandi þáttarins og captain og allt það. Hann er að pakka saman Messi eftir hvað er margir mánuður í það pakka þeim aumingja saman. Getur gert okkur Getur þú strauja hann bara eftir svona 3-4 mínútur? Nei, sko, við beitum ekki ofbeldi. Ég segi beita andlu ofbeldi. Ég segi kvíslir í eyrun á hann að Big Game Ron sé betri. Heldur að Messi muni ekki bara hlæja framan í hann? Nei, ná ekki breyki í Aron. Sterkar og stærri og... Thank you. Ok, 2 fóta Messi myndi ekki eyðileggja leiki fyrir okkur. Ég er ekki vel auðvitað ef hann væri game over eftir fyrstu 5 mínútur. Nei, neini, samt ekki var raukt á, sko. Það er þreytt. Herru, við ætlum að fara í sofa hjá, giftast, drepa. Já, og herra veikur það. Hvað er konseptið? Konseptið eru bara basically kollegar þínir hjá íslenska landsliðinu. En Egill þarf náttúrulega líka að velja. Það sem að Egill er svona dansand á línunni, svona með þáttinn í dag, þá ekki komir óvart að Egill hefði hent á sig smokk og farið með eitthvað staðar hérna á síðis, en það er að næst. Þarf ekki, sko, eitt hérna hlutlaus á hliðalínu og segja KJ Richard er með allt prentað út. Hversu skipulaður er gæinn? Er mjög skipulaður, hann er með útprentað blað. Þið eru hérna 2 drullandi yfir hann. Hann er með þetta prentað út, hann er búin að hugsa ykkur allan dag. Góða punktur. Show some goddamn respect. Takk fyrir KJ. Þetta er ástæðan fyrir, þetta er maður sem ég myndi aldrei reka af stöðinni. Fyrir ekki öður, Ríkard. Egil er hins vegar í mikil hættu. Þú er aldrei reikið með þá. Það er ekki hinga til. Það verður að steytast í. En sofa hjá, giftast, drepa og stráka, þið þurfið báður að svara. Hvernig þið myndi sofa hjá, hvernig þið myndi giftast og hvernig ætlaði að senda upp í sveit. Sko, málið er náttúrulega, ég veit að drengirnir eru að hlusta. Já. Þeir eru að hlusta og bíða eftir þessu. Þannig að takk fyrir þetta, Richard. Og þú þarft að velja og þá byrjum við. Sofa hjá, giftast, drepa, Alfreð Finnbogason, Jóhann Berg Guðmundsson, Rúrik Gíslason. Þú þurftur að velja 3 með sexy gæðin í liðinu. Skoðum að hafa það. Þetta er Ariðl. Hannes er líka mjög sexy, hann er ekki hérna. Fínt að losna með Hannes, sko, þetta er mjög góðu félagar. Þetta er góðu félagar, þetta er allt persónulegu félagar mínu líka, sko. Hvað er það sem ég valdi þetta? Þeir blikar hana og síðan mest sexy gæði sem æfinni séð er Rúrik, sko. Þú veist alveg hvernig við förum inn í, akkur með Rúrik hana. Ef þú bara hafðir einhvern annan Rúrik. En maður samt spyrja henni, nú ætlum ég bara að vera alveg rólegur. Þú veist alveg hvernig við förum inn í. Ertu átt að því hvernig þú ert að tala? Hefur þú séð Rúrik? Já, ég hef alveg séð hann. Hefur þú séð hann? Já.
Þessi myndar Rúrik. Sástu það verið í Dubai og labba ströndinni með hári niður og í Gucci-bólum. Hefur séð þá mynd? En af hverju giftust honum þá ekki bara? Ég er ekki sem það að séð hana. En af hverju giftust honum? Ég var alltaf séð svoleiðis mynd. Þetta er 400 punda. En af hverju giftust honum ekki? Ég ætla að finna þessa mynd hérna. Varstu ekki að finna hana? Ég þarf bara að fá svar. Sko, hafið þess að séð myndina þegar Rúrik var á ströndinni í Dubai, eða? Ég hef ekki, ég á gangrís. Ég er búinn að sjá hann fekk að heyra það. Akkur fekk hann að heyra það? Af því hann var alltaf sexy. Last yfir honum? Hvað sendur honum? Hvað sendur honum samt? Það væri nóg til. Guð minn góður að sjá þessi. Þetta gríða, sérðu það? Ég er ekki vel eðlur. Hver, þú veist. Sérðu þessa mynd? Ok, málega fyrir líka það sé Paris og hjólan aftur það, sko. Já. En við getum ekki að tala um einhverja mynd sem að fólk er ekki að sjá. Ok, fyrir fólk sér þetta málega. Við tengjum Twitter við hlustendur. Þú veit að nú er fólk sem hlusta á hvaða mynd er við að tala um. Ég er bara að setja þetta bara, veit aðeins. Ég ætla að keira þessa mynd inn á Twitter right now til að tengja fólk inn í hvaða mynd þetta er. Rúrik á ströndinni, skrifa ég bara, þetta er ekki flókið. Ríkja það stækkar, hann alltaf og málið er ekki, og þú er ekki séð þessa mynd. Þannig að logga þú á Twitter núna ekki, horfðu á Rúrik á ströndinni og segðu sér aftur og tala sér aftur. Ég er að horfa á þetta. Ok, hvað finnst þú? En nú þarf að fá svar. Málið er, sko, ég og Rúrik erum búin að vera herbyggisfélagar í einhver, hvað er hún gamall maður? 28 ár. Við erum búin að vera í 8 ár, 9 ár saman í herbyggi. Þú hefur það búin að renna margótt inn í hann alltaf. Slaka Egil, ángríns. Bara Egil. Þetta er veikur. Er í lagi að slaka? Já, þetta sjá þessa mynd? Ég ætla að giftast Rúrik. Og það að giftast Rúrik? En af hverju? Sko, nei, ég tek það tilbaka. Hæ? Já. Betur, tekur þið tilbaka strax? Já, ég tek það tilbaka. Ég ætla ekki að giftast honum. Ég ætla að renna inn í Rúrik. Vel gert, það er nákvæmlega sem ég hef gert. Landsliðsliðin sagðist alltaf að renna inn í Karlmann. Það er margt að gerast þetta í beinum setningu. Sko, Aron, er hann ekki svona þrifanlegur og svona, er þetta ekki maður sem myndi vilja búa með þá? Sko, myndir ekki vilja... Jú, ég hef ekki slæmt Rúka að segja, sko. Ok, þetta er alveg sammála því. En þú alltaf semst eins og bara ég kom til þig, þú alltaf að renna. En málega þetta, hann er með alltaf, sko, en Aron að kíka á klukkur og hvort það sé vera búið. Já, þetta er óþægilegt í sviti, sko. En málega þetta, maður væri til að giftast með öllum, það eru allir, þetta er málega, ég har rosalega fjárhagslegt öryggi í þessu leik. Ég er ekki til að borga reikningana, ég nenni ekki að vera ykkur vesenni. Hver er Premier League? Já, allir þessi gæðir hérna geta greitt reikningarna hver mánaðamót, sko. Það er ekki þannig ég sé ykkur vesinni með það, sko. Hver er þetta í Premier League? Edvard Berg? King Jói Berger í Premier League, sko. Það er besti punktur sem við komum með í dag. Nei, Alfreð með alltaf hann, skipulaður gæi. Það er alltaf på 10, sko. Talamörg tungumál, alltaf på 10, lalala. Ég sendi Alfred í sveit. Já, alltaf drepa Alfred. Málið er að við erum út að borða með Alfred og hann er að tala með þjónir og okkur tungumál. Þú skilur ekki neitt, þér líður svo piece of shit. Já. Ég nenni ekki að mér líður svo piece of shit þegar þú ert að borða. Hann er gáðað til þess að vera fótboltamaður. Þið þurfum að hugsa, hver er líklegastur til að eiga feril eftir fótboltan? Já, reyndar. Þegar þú segir það, þá er það Alfred, sko. Hann geti horfið. Þá er það Alfred. Það er enginn af þeim heimskur, svo. Nei, en Alfred er... Sko, Rúrik geta verið beint í mótilbassan, það er klárt. Það er bara í Hollywood, þannig að...